Já, verið þið velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér erum við að fara að sýna frá hörkuleiki með svonadeild kallaði Blaki. Þetta verður vonandi hörkuleikur á KA og Aftureldingu, bæði lið sem ætla sér stóra hluti í vetur. Áður við byrjum að renna við liðin skulum við minna á að það hægt að leggja Blakdeild KA lið þegar leggja inn á reikningin sem að hér má sjá á skjánum. Munum birta þetta nokkuð sinnum í kvöld. Það er ótrúlega mikilvægt að við höldum áfram að styðja við liðin okkar, sérstaklega núna þegar tekjur eru erfiðar. En hvað um það? Hér eru liðin að gera sér klár og við skulum byrja á að kíkja á lið gestana úr Mosfellsbænum. Hér má sjá lið Aftureldingar. Númer 2 er Mason Kastner, fyrirliði KA. Gríðarlega gaman að sjá hann aftur í KA-milunum. Vann allt sem hægt var að vinna með KA. Og númer 3 er Valgeir Valgeirsson, 4 er Hilmir Berg Halldórsson, 7 er Sebastian Sævarsson Meyer, númer 10 er Kári Hlinsson, 11 er Sigvaldi Örn Óskarsson, 14 Bjarki Sveinsson, 16 er Mattias Blíč, 18 er Borja Vicente og 20 er Nicolas Toselli. Og Aftureldingar með flott lið og verður vonandi flottur leikur. Liðið mættust á dögunum í Mosfellsbænum sem KA vann 3-0 sigur, en það voru 3 hörkuhrinur og það má svo sannarlega búast við flottum leik hér í dag. En hér kíkjum við á lið KA. Númer 1 er Óskar Fernández Celis og númer 2 er Draupnir Jarl Kristjánsson. Spilaði svolítið í síðasta leik sem KA vann góðan útisigur á Fylki. Skemmtilegur uppspilari í strákurinn. Númer 3 er Miguel Mateo Castrillo. Hann varð annar í kjöri Júrdamanns Akureyrar á dögunum og sko maður sjálfsagt til hamingju með það. Númer 5 er Andrei Collins dos Santos. Hann er kantur og spilandi þjálfari. Númer 6 er Birkir Freyr Elvarsson, libero, frelsingi eins og maður vilja kalla þetta á tungunni góðu. Númer 7 er Alexander Arnar Þórisson. Númer 8 er svo Arnar Már Sigurðsson, einnig libero og formaður Blakdeildar KA. Númer 9 er svo Sölvi Páll Sigurpálsson, ungur efnilegur strákur. Númer 10 er Hermann Býring Óttósson, 11 er Filip Pavel Sjefsik, 12 Gunnar Pálmi Hannesson, 18 Vigfús Jónbergsson, með 19 Gísli Martin Baldvinsson, 20 Benedikt Rúnar Valtísson. Já, þá var það komið. En þetta er bara að fara að hefjast á okkur. Þannig að við þurfum bara að gera eitthvað klári innan leik. Verður vonandi eins og ég segi, hörkuleikur. Og sýnst að vera gestirnir úr Mosfellsbænum sem að munu hefja leik. Og það er hann Hilmir Berg sem að byrjar þetta. Og hér kemur vinstri boltinn til byrja fyrir af netinu, en vel gert hjá Óskar. Kemur boltinn á Andrei Gáleins og hann er blokkaður, en boltinn er ennþá í leik. Já, Andrei kemur hann yfir, en það er ennþá í leik. Það gerir Aftureldingar nú hérna. Og vel gert hjá Benedikt í hávörðinni og svo kemur lauma þarna frá Sebastian Sævarsinni. Já, fyrsta stíð er gestana og ég held að það svo sem átti þetta stig þokkalega inni. Þjörmið þarna KA-liðin sem áttu smá erfiðleikum. En áfram með þetta, aftur kemur boltinn hérna frá honum Hilmi og KA-liðið snýr þessu og fín boltið frá Andrei, en þeir ná að bjarga þessu. Þægileg boltið yfir nú á KA séns. Og lauma frá Filip, en vel gert þetta hjá Hilmi og svo boltinn þetta fastur. Hvað endar þetta? Þeir ná að bjarga þessu, smassu afturlínu, en boltinn þetta beint á ekki bjarga. Og Filip yfir á Andrei, enn er að blokka hann. Og þá kemur hann, tekur aðeins þægilegri bolta og skorar núna. Setur hann fastar hann í hávörðinni og Hilmi náði ekki að bregðast við. Já, 1-1. Andrei Collins
frábær viðbót við K.A.-liðið og er þessi orðið núna spilandi þjálfari. Tók við í vetur sem spilandi þjálfari. Og þá var einmitt Filip farin að einbeita sér bara því að spila. Var að koma mikið hérna. Þetta er harðuboltaðinni út. Fastur boltið þarna frá honum Sebastian, en hann var út. Og K.A. er komið yfir. Nei, hann var dæmdur inni fyrir ekki. Mér fannst það að dæma út í þarna. Það var vist touch, segja þér. Nei, ekki hlusta á mikið á mig. En áfram með þetta Filip upp á Óskar og Óskar setur hann á Mattheo sem þegar hann mjög þægilegan yfir. Hvað rendar þetta? Endar hérna kantinum. Þessi bolti frá Valgeiri ekki alveg góður og kemur Andrei. Góð móttaka með Kára. Aftur kemur boltin hérna frá hann Valgeiri. En Birkir sér við þessu. Mattheo tekur þægilegan hérna en Valgeiri mættur á réttan stað. Hvað hendar þetta stig? Filip upp á Andrei. Andrei, já! Fastu boltið hérna og Hilmir missir móttökuna upp í loft. Og staðan árið 2-2. Já, ég hefndi á báðum stigum hérna upp að og eins og segja má reikna með hörkuleik. Þá er Andrei Collins í gjöfinni, setur hann í netið og ódýrt stig fyrir gestina. Þeir eru komnir í 3-2. Fyrsta missetna uppgjöfin hér í kvöld. Þá kemur Sebastian með bolta beint á Birki Líberó og skimur boltinn þetta yfir á Óskar og tekur hann fínt en góð móttaka hérna og svo snúaði vörnin sótt. Þessi er út af hávörninu og út sem var ansinn á línunni en út fór hann. Já, Sebastian kom með 3 stig að þessum 4 stigum. Frábær byrjun á honum. Búinn að vera öflugur fyrir gestina í vetur. Þessi bolti er eins og var út frá honum. Birkir lét hann fara á 11. stundu. Lætur Sveinsson hafi verið með alveg í teskeið. Já, þetta var vel gert hjá honum. Og staðan er 4-4. Fæsti bolti hérna, góð móttaka hjá Andrei og dæmt tvíslag á Lexa hérna. Hérna Björnstin og Lexa myndi bara plaffa þessu niður. Já. Tvíslag hérna á Lexa, eins og ég held að hann myndi bara taka hann hérna. Wow, þá kemur þessi bolti frá Bjarka. Hann var lengst út. Svo kemur þetta flotta stig hérna. Já. Mattheo gerir þetta vel. Já, svo kemur misandi uppgjöf frá Mattheo. Já, 5-6 hérna, það var smá reykist hérna. Staðan var ekki rétt á klukkunni inn í salnum. Nú er orðið það sama á K.A.T. Þannig að þetta er bara að lýsa þessu. Kemur Óskar, frábært smass frá honum af hárninni og það voru aðeins svo langt frá. Það var ekki bergað þessu. Vel gert hjá Óskar Fernández, fyrsta stigið hans. Ég er bara að vaða þarna á hárnina og fer svo beint í uppgjöfina sjálfur. K.A. búið að elda núna aðeins en ég hefndi á flestum tölum. Frábær móttaka þarna hjá Nicolas og sjáu því Mattheo gerir þetta vel og skjum boltinn á Andrei. Andrei blokkar þarna af Mason Kastner. Hann hefur tekið hóf á blokkstíginn þetta í K.A.-milinu.
Þó að ég vissulega hafi meira gaman að þegar hann í gulubúning þegar hann gera það, heldur eins og rauða. En alltaf gaman að sjá þennan mikla meistara. Hann kemur svo með uppgjöfuna hérna og Lexi með hörkusmarsdóðs og lauma frá Fílip, en þetta er ennþá á lífi. Hvar hendar þetta? Óskar með flotta móttöku, Fílip á hrattauðspil á Lexa, þeir ná að bjarga þessu vel gert hjá gestunum og vá, þetta var ansi knöpp staða þarna sem að Niklas var í, en hann náði að sneiða boltan fullkomlega fram hjá hárninni og ekki í spíruna og þetta endar með stíi. Já, þetta var vel gert hjá þeim og tvekki stemmunur, 6-8, kastnerinn aftur beint á Óskar, Fílip hrattauðs frá Lexa og nú skorar hann. Já, fyrsta stíðans Lexa í kvöld, aðsendir Arnar Þórisson. Þau verða vantarlega fleiri, hvað þá eftir líka þetta hraða uppspil frá Fílip. Þeir ná ótrúlega vel saman þeir félagarnir. Og Lexi í uppgjöfinni hérna, sjáum við þetta. Fínbolti, fín móttaka og reyna að lauma og Matteo. Það er að bjarga þessu, Andrei skorar, já, fagnar þessu vel venjulega. Jafnir í 8-8, komið 3 stig, næði mikið af galankallinum. 43 ára ef ég man rétt. Mikill blak heili. Jæja, hérna kemur Nikolas og setur hann á háhautin út. Það var ekkert voðalega flókið. Bara góð móttaka, gott uppspil og fastur bolti frá Niklas Toselli. Hann er að fá sitt fyrsta stig í leiknum og hann er heila skert síðasta stig gestana líka. Það kemur Hilmir Berg, bolti frá honum er þægilegur í Birki og Andrei Collins af áhorninni og hann er jafnan eittir í 9-9, komið 4 stig. Andrei Collins dos Santos gerir hann vel, það gerir hann virkilega vel. Þetta er eins og ég segi, þetta verður stál í stál. 2 hörkulið mætast þarna og vá, þetta er frábært uppspil aftur fyrir sig og þar er Nikolas engin Hávörn og hann klárar þetta. Frábærlega spilað á gestunum. 10-9 fyrir afturhaldíku. Og Niklas Toselli í uppgjöfinni, först, Óskar missir hann yfir, en þeir missa hann líka yfir og kemur Matteo, fastu boltinn og hann er út frá honum. Já, ég held að Káali vil meina þau vilja meina að það fari af hávörninni en nei, þessi bolti stendur úti og múið líka fást í, ég held bara að þetta sé réttu dómur, samt ekki setja það hátt að Kávalið heyri í mér en ég held að þessi bara hárrétt. Þessi bolti var út en áframsmjörið, flott hjá Andrei og boltin yfir á Matteo og þeir ná að bjarga þessu og hvað endar þetta? Fín hávörðin Káaliðin, þeir ná að stoppa þetta og kemur Andrei og setur hann út, þeir sleppa þessu bolta endanum. Þessi er rétt út hjá honum. 3 stig í röð á gestunum og þeir eru komin með 3 gesta í vorustu, mesti munurinn á liðum til þessa. Niklas Toselli er því áfram í uppgjöfinni. Fastur boltinn, Birki með flotta móttöku og það mátti Fílip ekki og sjáum við þetta. Fílip Pavel Sjevsik með geggjaða laumu. Það myndi að segja, hann var í afturlínu, hann mátti ekki fara upp í hávörðina á hann en Káaliði náði að verjast þessu og svo kom þessi geggjaða lauma. Það bjóðast engin við þessu og fyrsta lauma Káaliðsins í kvöld kominn.
Þessi var rétt út frá Andrei, vel gett hjá gestunum að lesa það. Og aftur þryggjastafminur. Þetta aðeins að stilla miða á KA-liðinu. En við svo sem vitum það, hlutinir eru fljótur að breytast í blækinu. Þessi bolti, Birkir gerir þetta vel, kastar sér á boltan og Óskar setur hann á hárninni og KA-lið er ennþá með þetta. Matteo. Vel gert og þessi bolti er út. Það er ekki viss hvort það verið touch eða ekki, en það dæmdur út og KA fæði því stigið. Já. Stefnir í svakalega topparödd í missunadeild karla og verður spennandi að sjá hvernig þetta endar, en það eru gríðarlega mikilvægt stig hér í kvöld fyrir bæði lið og algjör líkill að ná öllum 3 stigunum. Þá kemur ekkert óvart að þessi leikur myndi fara í oddarhinu, en sjáum til. Hér kemur hörku smas þarna frá Bjarka Sveinsinni og það er erfitt að taka á móti þessu bolta. Aftur þryggjastafminur, fyrsta stig hans Bjarka og þá fer hann í uppgjöfina sjálfur. Ja, þessi bolti, Birkir hættir við eins og seint, hann hafa búin að snerta boltan. Það er smá kvöll þetta milli liða. Það er bara gaman að því. Það var smá bandir í þessu. En 15-11, 4 stiga munur núna. Þetta er þægileg bolti. Andrei upp á Fílip og Fílip upp á Óskar. Já, þetta gerði hann virkilega vel. Sveif hátt og sá nákvæmlega hvað átt að setja boltan. Gerði það. Óskar kom með 2 stig. Nú þarf KA aðeins að tengja nokkur stig og aðeins að laga stöðuna fyrir lokasprettin. Matteo, þessi móttaka þarna hjá honum Kára, fín, en svo kemur þetta smas frá Valgeiri af hávörninu út. Já. Og enn eru gestirnir núna með 3-4 stiga forskot. Andrei á Fílip á Matteo plaffar þessu, en frábæra staðsettur hann Kári hérna. Svo kemur þessi bolti hérna á Matteo og fer svo boltin tilbaka á Laumar, en hann er mættur þarna, hann Hilmir, og svo Niklas með þægilega bolta. Fílip upp, Andrei á Matteo. Virðist hafa hvað er þetta með hér? Matteo var alveg hættur að pæla því hann sá að það voru einhverja veifingar á dómurunum. Já, KA-liðið fær stigið. Það hafi verið yfirstig, gæti verið. Ég ætla að sá alltaf ekki netið. En ja, áfram með þetta. Fín móttaka hjá Kára og kemur aftur inn í smas, en Matteo tekur við. Kemur boltin á Andrei Collins, en Nikolás er mættur og kemur boltin tilbaka aftur inn í smas, en þessi er við loftið. Matteo væri nú örugglega að menna bolta ef það væri ennþá hærra til lofts í kamerunni. En gott stig hjá Bjarka, hann er komið 3 stig og munurinn áfram 4 stig í þessu. Gestirnir eru með ágætis taka á þessu. Mér finnst ekki alltaf að hleypa KA-liðin inn í þetta. Þá er Mason Kastner í uppgjöfinni. Hún verður först líklegast, en í netið. KA-lið fær þarna út í stig. Bæði lið búin að klikka 3 uppgjöfum. Ja, KA án líberó. Ná þurfa þeir að
Raunin að sækja meira. Og þessi útrúlegs að var ansi tæpur en þeir virðast með hlutina alveg á hreinu. Mosfellingar hérna, hvenær þeir að taka boltan, hvenær ekki. Sem er vissulega mjög mikilvægt í bakinu. En já, 18-14. Nú fer hvert stig að vera heldur betur mikilvægt. Hilmir Berg í uppgjöfinni. Þá kemur Óskar. Þessi mistök, missir henni getum hendurnar á sér. Þetta átti að vera þægilegt fingerslag. Þetta getur alltaf komið fyrir. Hilmir því áframvíkjunni kom með ástæðna. 5 stiga munur. Nú er Óskar klár. Fílip upp á Matteo. Og þetta er stig fyrir KA. Já, erfitt taka mótið þessu bolta og Matteo kom með annað stig í sér leiknum. Við eigum líklega svolítið meira inni frá Matteo. Ég verði að vera í smá meiðslum. Lék ekki síðasta leik þegar KA vann 3-1 út til sigur á Fylki. Það vonandi að hann sé að finna sig í kvöld. Gríðarlega mikilvægur í KA-liðinu. Það kemur fínn bolti yfir á Bjarka og Bjarki, hann er fun, heitur þessa stundina. Komið 4 stig núna. Já, þetta virðist alltaf að spilast aðeins með gestunum núna. Niklas Tosselli, hennar bolta. Og já, Fílip nær að berga þessu, kom hann að þæla yfir, en nú er lag fyrir gestina. Kemur hratt uppspil, en Birkir réttum á réttum stað. Matteo setur hann að háverðina út, þetta gerði hann vel. Öfugum megin, hann er yfirleitt hinum megin. En Matteo er alltaf eins og segi frábær blakari. Og las háverðina vel þarna. Kemur Andrei, setur síðasta bolta út, en það sér öruggur. Og svo kemur þetta áfram með Bjarki að þruma stöðunum niður. Já, þetta helst þessi 5 stiga munur. Mosfellingar 4 stigum frá því að taka fyrstur hinnu. Það er að fara að verða erfiðara fyrir KA-liði. Sér boltinn að Birkir með fína móttöku. Fílip upp á Matteo, já. Neglur þessi niður, 17-21, Matteo komið með 4 stig. En nú verðum við að tengja fleiri stig saman. Það er Benedikt mættur aukjöfuna fyrir KA-liðið. Smá pressa á honum að ná allavega að setja Mosfellingarna í erfiða stöðu. Nei, taka vel á móti þessu. Og svo kemur þetta frá honum Valgeiri, en KA-liðið snýr vörnin sókn. Óskar reynir að lauma og nei, áfram með þetta. Og Lexi hérna með hratt uppspil. En svo endar því að Niklas Tosselli setur hann í netið. Og KA-liðið fær mikilvægt stig, 18-21. Þurfum að halda áfram svona. Benedikt Rúnar Valtýsson kemur boltan hérna og hratt uppspil á Mason Kastner og hann klárar þetta. Stakri snild. Aftur 4 stiga munur, Mason kom með 2 stig. Jæja. Bjarki með boltan hérna, þessir úti. Jæja, þessi var fulllangur. Þá er líka fljótt að lesa þetta. Jæja. Nú kemur vantarlega föst uppgjöf frá Matteo. Já, hendur hún hátt við loftið. Fastur bolti, hann er rétt út frá honum. Og Afturölding fær hérna mikilvægt stig. Er hún að 2 stigum frá því að taka fyrstur hinnu. Valgeir í uppgjöfinu fyrir gestina. Þannig ekki bolti frá honum og Birkir í vandræði með þetta. Þetta endar yfir, já.
og það er erfitt en Káli nær að berga þess en þessi svo út frá Óskari. Engin snerting, þessi var út. Og staðan 24-19. Skulum við ekki gleyma að kvennalið KA náði 2 ótrúlegum endurkomum gegn Aftureldingu á dögunum. Vonandi að Katalín á að leika það eftir hérna. Og Fílíp situr hann svona fastan yfir en ná verður þessu reyna að lauma og þarna verða menn helst að vera mættir og Birkir veit hlaupa sér skömmina en reyndi allavega við boltan en fyrir vikið Valgeir Valgeirsson kom með 2 stig og hann klárar þetta 19-25 fyrir gestina og þeir eru komnir í 1-0 Mosfellingarnir. Já. Ég var kannski reyna að rétti yfir tölfræðina milli þessar fyrstu og annar hreinu. Já, við sjáum þetta svona. Þetta er þetta. Þannig sjáum við 1-0 fyrir Aftureldingu. Miguel Mateo Castrillo og Andrei Collins stiga 3 KA með 4 stig hvor. Svo er Óskar Fernandes með 2 og Lexi og Fílíp báðir með 1 stig. Bjarki Sveinsson stiga 3 gestir með 5 stig. Sebastian Sævarsson er með 3. Svo er Mason Kastner, Valgeir Valgeirsson og Niklas Toselli allir með 2 stig. Rétt kíkja á hvernig stigin voru í þessari fyrstu hreinu. Það er svona. Já, gestirnir reyndust sterkari í þessari fyrstu hreinu eftir að það var jafnt á flestum tölum í upphafi en þá voru þeir fallega sterkari í þessari fyrstu hreinu og eiga held ég einan sigur í henni skilið en nú höfum við bara KA-liðið að svara. Já, hérna sjáum við hvernig hreina þróaði sá að Mosfellingar eru svona miðbyggið komið með örugga forystu og héldu henni út þessa fyrstu hreinu og vinna hana með 6 stigum að lokum. Já, minnum á að þetta styrkja Blandel KA með millifærslu á hannan reikning sem sést hérna en til að leggja Blandel KA lið. En já, eins og ég segi, þetta verður vonandi hörkuleikur og væri gríðarlega mikilvægt að KA liðin á að svara strax í annar hreinu. Hvert einasta stig í þessa deild mun verða mikilvægt. Og ljóst ef að gestirnir taka eina hreinu viðbót þá eru þeir komin með minnstakosti stig úr leiknum en mér sýnist KA-liðið að gera smá breytingu. Arnar Már Sigurðsson líberó er að koma til leiks. Já. Þá erum við klár í hreinu nummer 2. Fílíp með hennar bolta. Niklas tekur með og hratt auðspil hérna á miðjuna. KA-lið missir boltan svo yfir og þar lúrir Niklas Toselli. Neglir þessu niður og gerir fyrsta stigið fyrir gestina. Já, Niklas svo með boltan hérna, Andrei Collins með fína móttöku. Fílíp upp á Mateo og reynir að taka lúmskan hérna yfir áhaldina. Þeir verðast því
Húlega fyrir Káa kemur Matteo, plaffar þessu og Nicolas hefði átt að láta hann bolta fara. Hann var örugglega leiðinn út þessi bolti en hann reynir við hann og fyrir vikið fær Káa stigið 1-1. Já, Káa tapaði fyrsta leik vetrarins gegn nýliðum Hamars 3-0. Hann var alltaf með frábært lið. Það var núna unnið báða leikin eftir COVID. 3-0 gegn Afturlendingu í Mosfellsbænum og svo 3-1 gegn Fylki í Árbænum. Þetta er fyrsti heimaleikurinn núna á þessu nýja ári. Og þessir út frá Nicolas. Já, Káa er komið í 2-1 og þurfum við að ná að byggja upp forskot. Við þurfum helst að vinna þessa hreinu. Og Andri Kolvins með boltan hérna. En þeir verðist við þokkalega og reyna að lauma og þarna sár vantaði mann að koma undir hávörðina. En það var ekki og Valgeir Valgeirsson gerir hérna gott stig. Lars harriðt aðstæður. Kom með 3 stig kappinn. Og Sebastian þá verið gestina þessi bolti beint á Arnar sem er komin í líbérastöðuna og Óskar, já, hann neglir sig niður í gegnum hávörðina. 3 stig frá Óskar Fernández Celis. Örar skiptingar núna. Þetta liðin að skiptast á að skora. Benedikt með þennan bolta og það er ólögleg uppstilling hjá gestunum. Það er röng uppstilling. Og Káa-liðið fá ansi ódýr stig þarna. Þetta ánægjulega var valla að sjást í efstu deild. En við tökum þessu stigi. Hann beint þetta aftur núna. Nú er engin mistök. Og Mason en Óskar sér við honum. Og Matteo reyna að lauma. Wow. Þessi var víðsfjarri frá honum. Og hann er alltaf stutt í brosi á honum. Það er bara þessu. Þetta eina vitið. Það brosa bara og halda áfram. 4-3 fyrir Káa. Kemur bolti frá Bjarka. Bjarki Sveinsson. Þessi bolti er langur en beint á Arnar. Filip hratt spila á Lexa og skorar, setur hann af. Mason Kastner í hávörðina niður. Já, Káa aftur 2 stiga forskot. Matteo fletti frábær uppgjöf hjá honum. Og þetta er náttúrulega 4, já. 4. snertingin á gestunum var skaust þarna af hausnum á Niklas eftir móttökuna. Það er alltaf til sem snerting. Skulum bara gefa Matteo ás þarna. Eða gefa honum, hann var svo sem þokkalega fyrir honum. Og aftur kemur hann. Og fínt hjá honum Valgeiri. Og kemur boltinn hérna. Þælur yfir. Lexi missir hann eins og var yfir og þar lúrir Mason. Setur hann út. Gestin vilja meina að fara á hávörðinni. En hann fór út. Káa er komið í 7-3. Matteo áfram í uppgjöfinni. Káa komið 3 stig í röð. Erum vondir ná að svara fyrir síðustu hreinu. Fastur bolti. En Matteo mista hann aðeins fram fyrir sig í uppkastinu. Og því fór sem fór. Það er bara eins og það er. Valgeir fyrir gestina. Þessi bolti í netið. Og Káa aftur 4 stiga forskot. Og Óskar fyrir Káa. Og þeir ná að bjarga þess að þetta var erfitt. En Káa-liðið snýr sig við. Hratt uppspil á Lexa og hann setur hann fastan yfir.
Kári reynir að verðast þessu. Þetta var erfitt. Káa-liðið fær stigið. Þá taka gestinni leikhlé, 5 stigum undir. Skilur svo engan undra. Taka leikhlé núna. Já, þetta er nákvæmlega sem maður vildi sjá frá Káa-liðinu. Og svo sem ekkert slæm fyrsta hreina, en voru skrefina eftir gestunum, en eru að svona snúa þessu við núna. Jæja, Óskar fyrir Káa-liðið, 5 stiga munur. Nær ná gestirnir að svara fyrir eftir þetta leikhlé. Niklas setur boltan í háhættuna út og þeir ná alla fyrsta stigin eftir leikhléið. Það er spurning hvaða svör þeir hafa hérna við bættum leik Káa-liðsins. Mason Kastner fyrir afturhildingu. Fastur bolti frá honum, en flott móttaka hjá Óskari og komið boltinn á Andrei og hann setur hann að háhættinu niður. Fastur bolti, vel spilað Káa-liðinu, góð móttaka. Og Káa aftur 5 stig yfir. Andrei Collins dos Santos komið 5 stig. Skoraði 4 stig strax í upphafi fyrstu hreinu og er núna að bæta við. Lexi, fínn bolti frá honum og sjáiði Andrei Collins. Þeir voru eitthvað að meta hvort það væri seiling eða ekki. Það var alltaf á gráu svæði en hann fær stigið. 6 stig hjá Andrei. Já, Káa-liðið líka virkilega gott bak hérna, en þá kemur Niklas með boltan af hárutinu út. Og úrslitningar eru ennþá inn í þessu. Þetta er svo sem nú eftir að þessari annarri hreinu fyrirgeðu. Já, Arnar með flott móttöku og hratt auslega Benedikt, en þeir verðast því. Aftur komum við núna Andrei af hárunni og þessi bolti hendar í gólfinu. Mænir mikið á Kára í líberóstöðunni á gestunum. Hann er að fá erfiða bolta. Gríðarlega erfitt að vera svona boltum þegar hann skoppar af hárunni, breytir stefnu. En jæja, Fílíp. En boltinn beint á Kára og sjáuð hávörðina þessi bolti. Já. Þeir skiljanlega hafa í netið. Gestirnir eru aftur ekki alveg ánægðir með þetta. Og aftur kemur Niklas af hávörðinni. Þetta vantaði Arnar kannski nokkra sentimetra. Það veit svo sem oft há líberónum. Það verður kannski enda að vera hæstu í loftinu. Það er eins og það er. Niklas Toselli komið 5 stig. Flottur leikur hjá honum. Og fer svo beint í uppgjöfina. Þessi bolti beint á Andrei Collins með flotta móttöku sem færa svo tilbaka og já. Þarna vantaði að koma undir í hávörðina hjá honum Valgeiri. Þarna mættilega reiknaði Kári með því að það keim í kannski langur bolti yfir hávörðina, en svo var ekki. 7 stiga munur. Káa-liðið að spila virkilega vel núna. Andrei Collins setur hann beint í netið. Önnur uppgjöf sem klikkar í honum.
Já. Það er ekki oft sem að sér Andrei gera svona mistök. Æja, Fílíp upp á Óskar. Ætla að setja hnit miðan í hornið þarna en gekk ekki sem var út hjá honum og Afturelding kom með 2 stig í röð. Æja, þurfum að halda áfram. Fílíp, Benedikt nær hann yfir, en nú er lað fyrir gestina Mason Kastner, wow! Það er ekki bara hann stökkvið svo langt, hann líka fyrir svo ótrúlega langar hendur drengurinn. Hann skellti þessum gólu. Ég held að það er enginn á landinu sem myndi blokka þetta. Já, Sebastian aftur því í kjöðinni. Bolti sem að Andrei er með, Fílíp hrattur frá Benedikt en þeir ná aftur að verjast þessu og svo kemur boltinn hérna og þarna var Fílíp kominn eiginlega bara strax undir og fyrir vikið var mikið pláss þarna bakvið sem að Valgeir nýtti sér. 4 stig í röð á gestunum, 3 stiga forskot núna. Fljótt að breytast, við þurfum að ná að loka þessu. Sebastian með fínar uppgjafir og gestinir er að refsa. Matteo, wow, þarna kom hann, þarna kom kappinn. Neglir þessi góli, 15-11. Þetta er gaman að sjá. Ótrúlega skemmtilegu leikmaður. Matteo, alltaf stutt í brosi hjá honum og mikill karakter. En þessi bolti frá Benedikt er ólangur. Þannig að það voru fljótir að fá tilbaka gestinir. Já, smá andræð á skiptingunum hjá gestunum en þetta gengur allt hjá þeim. Já, þá er Borja Vicente mættur. Boltinn hún er fínt beint á Arnar. Fílíp hrattusfél á Lexa en Lexi setur hann út. Þetta er að snúast þetta. Mosfellingarnir komnir búin að ná að minnka 7 stiga forskot niður í 2 hérna. Já, við þurfum að halda áfram hérna. Fílíp upp á Matteo og þeir... Nei, þeir ná ekki að byggja þessu. Herðu! Herðu ekki! Þetta hefði verið ótrúlega kálega að það hefði verið að fagna stíginu. En Kári Hlynsson var næstu því búinn að skora ótrúlegt stig. Þetta hefði verið eitthvað svakalega sem ég hef séð. En þessi betur fyrir káaliði að skrúa þessi bolti af netinu og Afturheldingar megin, vá, þetta er gott af það, gefur aldrei upp. En þessi uppgjöf frá Matteo er út. Káaliðið er að klikka svolítið núna á uppgjöfunum og gefa Mosfeldingum ódýr stig. Valgeir fyrir gestina, bolti á Arnar, tekur vel við honum og kemur Matteo en sjáu því hávörnina. Já, þeir eru heldur betur klárir þarna og Mason Kastner með þetta og hjá honum var náttúrulega hann Nikolas. Arnar nær ekki að stýra sem boltan eðlilega vel og gestirnir eru búin að jafna metin. Já, það er ekki langt síðan að KA leiddi 14-7. En núna staðan 16-16 og þá tekur Andrei Collins, þjálfari KA, leikhlé og skildi engan undra. Lykilstaður sem KA-liðið var í rétt áðan er farin fyrir bí
eða farið fyrir blí kannski frekar. En vonandi að strákarnir finni svör við þessu, en vel gert hjá gestunum, fljótir að kvitta fyrir þetta 9 stig gegn 2. Já, áfram með smjörið. Valgeir til boltan hérna, Andri Collins með fína móttöku, kemur Óskar og já, skorar þetta gott stig og fagnar þessu vel. Já, Óskar Fernández komið 4 stig. Eins og segi, KA liðilega verður að vinna þessa hreinu. Verðist fátt ætla að stoppa lið Hamars og HK sem er á toppnum. KA á afturlingu eru það fyrir aftan, ætla sér hluti í vetur. Og sjáu þetta smas frá Matthäus Blíč. Neglir þessu niður og ég er ekki viss einhverju náðu að stýra þessum bolta. Arna var mjög vel staðsettur í vörðinni hérna, en náðu ekki að stýra þessu. Mason Kastner, alltaf hérna Arnar tekur við og boltin tilbaka á Matteo og þetta ef hann hafi farið á netinu. Ég held að það sé rétt, hann hafi skoppað á netinu. Gáli vil meina að þeir hafi snert hann í leiðinni. Næja, þau vilja þá eitthvað ræða málin saman. Hvernig endar þetta? Ég sýndi sérlega í fljótu bræði, boltinn færi bara í netið og tilbaka. Nei, þeir halda sig við það, já, og afturlíka komið yfir 18-17. Ég held að þetta er réttur dómur, en erfitt er að meta þetta samt. En áfram með smjöri. Mason Kastner fyrir ekki og boltinn hérna á hann Niklas sem setur hann út. KA búið að jafna núna 18-18 og nú er heldur betur komin hiti í leikinn. Þetta var handboltaleikur sem við varum að tala um hérna, við heyrðum þetta komið hérna. KA fær stigið, tvíslag, þetta er rándýrt. KA var að sækja stig í Kaplakrika í handboltanum. Frábæra fréttir í handboltanum og á sama tíma er KA komið í 2 stiga forystu hérna í blakkinu. Stefnir í skemmtilegt kvöld hérna. KA lið í handboltanum var 4 mörkum undir og 2 mínútur eftir en knýjar hann stig. Þannig að nú skulum við vona að kalla lið okkar í blaki knýi líka fram mikilvægt stig hérna. Og sjáu þið hávörðinni hérna, þetta er ennþá á lífi. Og þeir reyna að lauma en gengur ekki og það er einhver hasar hérna milli þeirra Matthäus og Borja. Það er eitthvað að róa sig hérna. Það er ekki alltaf gott að verðum sig ekki sama. Það er eina vitið. Það er alvara í þessu. Þeir eru ennþá eitthvað að rífast þetta félagarnir. Kannski ekki miklu félagar akkurat þessu staðinu núna, en þetta lagast. 21-18 fyrir KA hérna. 4 stig í röð fyrir KA eftir að hafa lentu undir áðan. Já, þetta er skemmtilegt, maður var búinn að afskrifa það að KA fengi stig í handboltanum. Frábær hendur koma strákunum sem tryggir í jafntefli sem Andri Snær Stefánsson skorar úr vítakasti þegar tíminn var búinn. En ekki fleiri orðið það hér. Hér erum við einbætt okkur að blaki.
Lexi með fína bolta og boltinn á Nikolas sem að dæmt svo mók í uppspilinu á Nikolas. Nú fellur allt með Káa, 5 stig í röð. Við erum 3 stigum frá því að klára aðra hreinu og jafn í 1-1. Jæja. Lexi með fína bolta, Nikolas tekur við og frábær bolti þarna frá Mattius Blíč. Sá getur nellt boltanum í gólfið, 2 stig í honum. Og svo skipt út af. Þetta er hvergi nærri búið. 3 stiga munur, Káa 3 stigum frá því að klára aðra hreinu. Þeir þurfa að halda áfram að sækja. Sjáum hérna, Hilmi kemur boltan hérna og Óskar með fína bolta á og endar á Matteo og neglir þessu í gólfið. Skoppa hann eitthvað hann í andlitið á honum Valgeiri en Kristján var alveg bara að vera pirraður ef hann ekki náði að bjarga þessu. Og Filip í uppgjöfina. 4 stiga munur. Klárið þetta strákar mínir. Þeir ná að vera eftir þessu gestirnir blokkaðir en boltinn áfram þeim, kemur aftur Nikolas, kemur rólegan og sjáu þið boltinn skrúast yfir frá Arnari. En aftur sem svo Káa, Hatta kemur frábært blokkstig. Miguel Mateo Castrillo. Hann fagnar þessu vel og innilega enda utan þetta er risastig. Nú er Káa 1 stigi frá því að klára aðra hreinu og jafn í 1-1. Í staðinn fyrir þetta væri áfram stál í stál. Og Nikolas reynir að lauma og Arnar og Benedikt reyndi báðina bolta en náðu ekki að stýra þessu. En jákvæmt þeir meiddust hvoru við þetta. Láði árekstrið þarna. Nikolas fyrir gestina. Hann má ekki gera neiri mistök. Og kemur fasta boltan þar sem Andrei nær að setja upp í loftið og Káa-liðir ennþá með boltan, kemur Matteo ætla að sneiða hann hérna fram hjá hávörninni en gekk ekki. Hann hlær bara þessu 24-21. Já, Matteo byrjum betri boltar á Filip. Filip var alltaf glóruleysi stöðu að segja boltan lengst fyrir aftan sig. Þetta var alltaf í gríni satt hjá honum. Matteo, en nú fær hann boltan sem hann vildi. En Nikolas er vel staðsettur og kemur fastu bolti af hávörninni. Filip upp. Andrei Collins á Matteo. Hávörnin klár og Collins er að bjarga þessu og sjáiði þetta stig hjá Andrei Collins dos Santos. Hann klárar þetta fyrir Káa, jafnar í 1-1, frábær bolti hjá honum, sett hann erfiðan út í horn og þeir reyndu nú að bjarga þessu. Hann Kári gekk ekki og Káa svarar rétti sem að baðum, 1-1 og við erum að fara í hið minnsta 4 hreinur hér í kvöld. Þetta verður veisla. Þetta er veisla, öllu heldur. Við renna rétt yfir helstu stiga skorarana. Nei, það er ekki svona, það er svona. Miguel Mateo Castrillo með 10 stig fyrir Káa og Andrei Collins með 9. Báðir búin að eiga flottan leik, Óskar Fernández með 4 og Lexi er með 3 stig. Hjá gestunum, hann dreifast aðeins betur, það er Niklas Toselli með 6. Valgeiri Valgeirsson 5, ásamt honum Bjarka Sveinsinni, Mason Kasti með 4 og Sebastian Sevarsson eru með 3. Kíkjum svo aðeins á hvernig þessi önnur hrina spilaðist. Sjáum hérna 25-21 fyrir Káa.
11 smastig hjá Káa gegn 7. Það bara akkurat munurinn á liðunum. Aðra tölur ansi svipaðar. 2 laumar hjá gestunum, 3 blokkir Káa gegn 1 og Afturelding gerir 9 mistök sem gefur Káa stig. Káa-lið gerir 10 mistök sem gefur gestunum stig en vinna enga stig 25-21. Káa liti mest með 7 stig en gestunum voru fljót til að kvitta fyrir það. En aftur kom sveifla sem var Káa í vil og þeir vinna aðra hreinu 25-21. Kíkjum örstutt á línuritið yfir hvernig hún spilaðist önnur hreina. Sjáum hérna Káa nær snemma fórustunni, kemst 7 stigum yfir í stöðunni 14-7. En 9-2 kafli gestanna jafnaði metin og þeir komist svo yfir í 18-17. En nær komist þeir ekki og Káa-liðið átti frábæra endarspreið sem endar með 4 stiga sigri og jafna metin í 1-1. Og ég segi þetta verður stál í stál og risa þriðja hrina framöndan. Við sem að vinnur hana allavega öruggt með stig úr leiknum. Gerum okkur klár. Já, gerum okkur klár hérna í þriðju hreinu. Ég segi bæði lið búin að missa einhverjum stigum í vetur og því ansi mikið að reyna að kreista fram 3 stig úr þessum leik til að fylgja HK og Hamar. Já, toppnum. En já, þá erum við klár hérna að fara að hefja þriðju hreinu. Hilmir Berg Halldórsson hefur þetta fyrir gestina. Búið að flauta fyrir að gefa bolti fyrir ánum. Og Arnar missir á honum. En Káa-liðið reynir að snúa þessu, bókstaflega að snúa þessu. Mikil snúningur á þessu boltanum frá Matteo. Ætla ekki að láta boltan snúast þarna yfir netið og það er erfitt að bregðast yfir gestina en hann fór því miður ekki yfir og fyrsta stigið gestana. Áfram er því Hilmir með uppgjöfina. Andrei Collins með fína móttöku, úrvalsstaða fyrir Matteo. Hann er blokkaður allt hressilega, steinleikur eftir. Og Andrei Collins enn setur hann út. Það eru gestirnir sem er að byrja betur hérna í þriðju hreinu. 3-0 yfir núna. Þannig að já, áfram er Hilmir því í uppgjöfinni. 3-0 yfir gestirnir hérna. Og hér er ás frá Hilmi. Já, Káa-liðið virðist aðeins vangað núna. Og búið að skipta Birki Frey aftur inn í líberóinu fyrir Arnar Má. Birkir, flott móttaka og svo lúmsku bolti frá Andrei en þeir ná að stýra þessu. Það er bolti yfir satt. Núna er lag. Kemur Andrei af háhundin frá Niklas og út, skorar gott stig. Sjáum að í uppbyrjaran er mættur Draupnir Jarl. Þá fær Fílip aðeins að anda. Draupnir spilaði þó nokkuð
í Árbænum á dögum þegar KA vann 3-1 útisigur á Fylkismönnum. Gaman að sjá hann hérna. Og aftur hávörnin að standa fyrir sínu. Heldur betur mikilvægt. Og Matteo setur nú hann. KA búið að skora núna 2 stig í röð. Aðeins að laga þetta. Andrei Collins. Fínn bolti frá honum og þeir eru í vandræði með þetta en koma hann yfir. Þetta hins var þægileg bolti fyrir KA-liðið og nú lag Matteo. Þeir bjarga þessu. Andrei Draupnir á Óskar. Skorar, já. Þjörmuð þarna að gestunum. Þetta er að sjálfsögðu Óskar sem skoraði þetta stig. Lögum þetta. Gunnar Pálmaðan það þarf að koma inn á mér í dag. En já, Óskar eiga fínan leik. KA-liðið að svara strax sem er mikilvægt. Og kemur Niklas af hávörninni en hann að bregðast við sjálfur og fær boltan það aftur tilbaka en aftur hávörnin að loka á hann. Vel gert þess aðkonum hérna og reyna þeir eru búin að loka alveg á hann brosir bara og svo endar þetta út þarna og KA búið að jafna sveiflur í þessu hérna núna náttúrulega kemst í 4-0 KA búið að jafna í 4-4 en hérna frábær hávörni á Óskari og Benedikt þeir lokuðu þarna ég held þrísvar eða 4 sinnum á Nicolas og först uppgjöfna frá Andrei Collins og enda svo á því að hann Sebastian neglir þessu niður frábær móttaka á gestunum. Þetta var ekki auðvelt uppgjöf eiga við en þetta gerði þeir virkilega vel og Sebastian Sævarsson kemur hann aftur yfir úrvalsstaðan hann komst í hérna á miðjunni. Niklas með fasta bolta en Birkir Freyr frábæra móttöku hérna og svo kemur Óskar neglir þessu niður og hvar endar þessi? Það hendar í gólfinu og rosalega hátt upp þessi bolti hérna og skrúfaði svo rétt við blaðmannstökuna. Þeir náðu ekki að berga þessu 5-5. Já. Þetta ættir að verða áfram veisla hérna. Þá kemur þetta klikk frá Bjarka Sveinsinni í úrvalsfærið hérna. En slæðir hann full mikið niður og neglir hann í netið. Og honum snarlega kippt af velli eftir þessi mistök. Þetta viljum við greinlega ekki sjá í mótspilsbænum. Og í hans stað mætir hann Matthijs Blíč. Búinn að skora 2 stig. Búinn að vera flottur þegar hann hefur verið fengið sénsinn hérna í dag. Þetta vel getið á Benedikt og svo aftur koma þeir. Hávörðin frábæri KA-liðin, þeir ná að bjarga þessu. Þægileg bolti yfir hérna. Draupnir hratt uppspil á Lexa en þeir ná að vera þessu. Hvar endar þetta lauma? Frábærlega gert hjá gestunum. Já, Niklas gerir þetta mjög vel. Það vantaði með lípir á KA-liðinu og kannski sást með að það var enginn sem að fórnaði sér svona ekstra í þennan bolta. En góð björgun á KA-liðinu. En lag fyrir gestina, vel getið Draupni. Yfir boltina yfir á Óskar. Óskar í vandræðum en situr hann örugt yfir, vel getið honum og sjáið Lexa. Nær ekki að nýta sér þetta betur en allt í lagi að reyna þetta. Draupnir upp. Andrei á Matteo, sjáu þið hávörðinni á Mason Kastner. Næja, eða Valgeri. Þau voru svona báðir hérna. Og aftur leiða gestirnir. Stefnir í frábæra þriðju rinu hérna.
Sebastian með boltan hérna beint á Birki, vel gert hjá Birki og Lexi neglir þessu en þeir taka vel við þessu en boltin hérna þærur yfir núna Draupnir á Óskar, wow, þessu bombar hann í jörðina, Óskar skoraði þetta, ekki Filip. Það var hann Óskar Filip, Fernandes fyrir ekki, ja. Draupnir enn og Óskar og þetta var frábær hugsunin sem hann segja. En setti aðeins mikið kraft í þetta, hárrétt hann var sneiða boltan hann það. En endaði út hjá honum. Andrei, hvað segja hann til? Mattius Birkir mættur og kemur hérna á Matteo og reyna að lauma en sjáum við þessu, svo kemur fastu bolti hérna sjáum við þessi ávörn á KA-liðinu endar beint í andlitin á Mason Kastner sem að liggur í gólfinu, boltin fyrir yfir og svo lendir KA-liði í vandræðum og gestirnir fá stigið. Þetta var áhugavert stig hjá Mason Kastner. Draupnir á Óskar næris ekki niður. Þarna ákvað Draupnir að velja Óskar á kantinum í staðinn fyrir að setja hrattspil á Lexa. Óskar er búinn að vera funheitur, þannig að maður skýrir alveg að velja Óskar hana. Hér sýnist Sölvi Páll vera að gera sig klárinni að koma inn á KA-liðinu. Draupnir á Matteo bombar þessu, bombar þessu í gólfið úr afturlínunni. Þá er Sölvi Páll að koma inn fyrir hann Óskar. Kemur í uppgjöfina. Sölvi var tilnefndur fyrir hönd Blagdeildar til Böggubikarsins. Ungur efnilegur strákur til fyrirmyndar líka utan vallar. Hann var heldur betur flottu fulltrúi Blagdeildar þar. En sjá hvað gestirnir gera hérna. Þessi bolti frá honum Valgeiri af hávörðinni og út og já, mikil hiti hérna í honum Valgeiri. Skiptingu þarna en hann frá smjörið. Þá klikka Valgeir sjálfur á uppgjöfinni. Þetta er kannski fullmikinn krafti að fylgjast með skiptingum manna. Því fór sem fór. Jæja, Lexi fyrir KA. Niklas tekur við, færum boltan svo aftur. Hávörnin nær ekki að loka á hann, þessu þrykkir hann í gólfið. 9-12. Nicolas Toselli. Komið með 8 stig. Mason nokkur Kastner. Tekur hérna uppgjöfina sem að Birkir sér við og svo kemur bolti hérna frá honum Andrei. Fer af spírunni og því dendur út. Og gestirnir 4 stigum yfir núna. Við erum alltaf að spilast svipa á fyrsta hreina, jafnt á fyrstu tölum, en svo ná gestirnir að snúa sér í vil. Nicolas, þessi var líklegasta leiðinu út, en Sölvi reyndi við hann. Og Nicolas Toselli kom með 9 stig. Og KA tekur leikhlé. Reynir að snúa þessu sér í vil. Já, við þurfum að halda áfram. Eins og segir, þetta er mikilvæg hreina.
Við sem að vinnur þessar hreinu komið alltaf með örugt stig á töfluna og leiknum. Þeir samtalið í lykilstöðu og klára bara leikinn. Þeir svona þekki það. Lag áhuga fólk. Já, ekki langt síðan að K.A. jafnaði metin, en Mosfellingar eru sterkari núna undanfarið. Konum með 5 stiga forskot. En sjáum hverju þetta leiklið K.A. skilar. Draupnir áfram í uppspyrnarstöðunni hjá K.A. Og hvort að leikliðið hefði truflað Mason veit ég ekki, en þetta svo sem vill stundum virka. Og K.A. fær hérna út í stig og Mason verður þá að hvíla með hann. En það vilt ekki í afturlínunni. Draupnir á fyrir K.A.-liðið og svo kemur Niklas, en Hávarnin tekur kraftin úr þessu og það er svo Sölvi fyrir aftan og Andrei skorar. Þetta er vel gert. Já. Sáum að Valgeir Valgeirsson reyndi sitt besta að berga þessu. Gekk ekki. Flottur bolti þarna upp á Andrei sem skilaði sínu. Andrei kom með 11 stig. Draupnir í áfram í uppgjöfinni. K.A. kom með 2 stig í röð, minnkandi 3 stig. Þessi bolti fínn, en Kári sér við þessu og reyna að lauma og meira bara að reyna. Þeir skora á lauminni. Það var hann Sebastian Sævarsson Meyer. Þannig komið 5 stig, drengurinn. Það er kappinn. Já. Kemur Matteo, setur hann að Hávarðinu og deyr í Hávarðinu þessi bolti. Það var erfitt fyrir Hilmi að verðast þessu. Og Matteo kom með 13 stig. Matteo og Andrei Collins í sérflokki í stigaskorinu á K.A.-liðinu. Þeir eru ná að virka aðeins fleiri. Næja, smá spjall við dómarann og svo áfram í spyrið. Andrei. Fínn bolti, Kári tekur þess að vel við þessu og hratt uppspil og þarna gerir Birkir vel, hann stekkur á hann að bolta og Sölvi setur hann yfir. Kári upp á Niklas á Hávarðinni sem tekur kraftin úr þessu og Draupnir á Matteo bombar þessu. Já, þetta var virkilega vel gert. Virkilega vel gert, Hávarðin tók kraftin úr smassinu frá gestunum fyrir vikið. Náður fínu spili sem endaði með smassi frá Matteo. 2 stiga munur. Þurfum að halda áfram. Leikliðið virðist vera að virka. Niklas með móttökurinn þarna og endar í erfiðum bolta þarna hjá honum Mateusz Blitz sem að setur hann oflangt. K.A. er komið minnkandi í 1 stig. Það var lagið. Mateusz búinn að eiga fína innkomu en þessi bolti frá honum var út. Og Andrei Collins er því áfram í uppgjöfinni fyrir K.A.-liðið. Fínn bolti og þeir missa hann yfir. Nú er lag fyrir K.A.-liðið. Draupnir hratt uppspil á Benedikt. Náverðast þessu en K.A. er áfram með þetta og kemur Matteo og neglir hann í gólfið. Gengur allt upp í K.A.-liðið núna. Búinn að jafna í 15-15. Allt annað að sjá til K.A.-liðsins núna heldur en rétt á hann. Þetta leiklið er að svínvirka og þá ákvaða Mosfellingar að prófa að taka leiklið og snúa þessu við. Spurning hvort að þeim gangi jafn vel að gera þetta. Þetta er nákvæmlega sem við vildum. Jafn og spennandi leikur hérna í topparáttinni í Misúnadeild karla. Þessi K.A.-liðið byrjaði veturinn á 3-0 tapi gegn Hamar en þó að
hljómuðu þetta alltaf illa. Það voru þetta 3 hörku hrinur og sem segir svo sem lítið hvernig leikurinn spilaðist. KA hefði alveg getað tekið eitthvað út úr þeim leik. Svo var ekki. Síðan skall á COVID-pása. En síðan þá er KA búið að sækja 6 mögulegum og er í hörku síðan setna og komast í 2-1. Fín móttaka á Kára hana og Matteus reyna að lauma en Draupnir kastar sig á hana bolta en mistir hann bæði yfir og út og blótar sjálfum sér aðeins þarna. Þannig að þetta var svo sem ekkert draumastaða til þess að vera í. Þurfa að kasta sér að boltan hana. Og Nikolás fyrir gestina, þeir eru komnir aftur yfir. Fastu bolti, Birkir við frábæra móttöku og Matteo, en sjáu þið þessa björgun, hann þegar ekki Hilmir, jú, hann bergaði þessu og aftur er hávæðin en KA-liðir fær enn eitt sénsinn og þetta klárar Matteo, Miguel Matteo Castrillo, jafnar í 16-16. Stefnir í frábæran endarsprett hérna. Þá kemur skipting á KA-liðinu. Benedikt sem hélt að hann var að fara að fá að taka uppgjöf er skipt út og í hans stað kemur Vigfús Jónbergsson, Fúsi okkar. Sjáum hérna KA-liðið með 2 ásækjað 4 í þessum leik. Það spilur hvort að Fúsi ná að breyta þeirri tölfræði eitthvað. Það kemur bolti frá honum. Fít bolti en Kári með hann eða hvað. Já, þeir ná að berga þessu en nú er lag fyrir KA-liðið. Boltinn á Sölva, Sölvi neglur þessu og þessi var inni. Já. Þetta var virkilega vel gert. Það bjuggust menn held ég við snöggu uppspili á miðjuna en boltinn fór að kantinn þar sem að Sölvi þrumaði boltanum í gólfið. Kemur KA yfir, 2 stiga sveiflanuna. Fúsi næstum að gera ás á hann. En þeir taka betur við þessu núna og reyna að lauma og frábær björgun að KA-liðinu. En móttakan fín á gestinu og kemur Niklas á afturlínunni og setur hann út. Já, nú gengur allt upp. Nú gengur allt upp og menn fagna þessu gríðarlega. 18-16. Og þá taka gestinir aftur leikhlé. Þetta er heldur betur búið að snúast. 14-9 staða fyrir gestina rétt áðan. 9-2 kafli á KA-liðinu hérna sem er búið að snúa þessu. Og KA núna 2 stigum yfir. En það er ennþá svo sem svolítið eftir að þessu. KA vantar 7 stig til að klára þessa 3. hrinnu. Þannig að menn þurfa að halda áfram. En búið að vera töluvert sveiflur í þessari 3. hrinnu sem við fáum að sjá betur með línuritinu þegar hrinnan er lokið. Þannig að því hafið eitthvað til að hlakka til að sjá það eftir. Já, eins og 9-2 kafli á KA núna eftir að hafa verið 14-9 undir. Fúsi búinn að koma með 2 flottar uppgjafir fyrir að halda því áfram. Já. En þeir taka svo vel á móti þessu og svo kemur Valgeir skorar. Já, skoppa þarna furðulega af hávörninni og það var smá reikistinni á KA-liðinu. Og Valgeir sem kom með 8 stig í leiknum. Og í kjölfarið er snúningur hjá gestunum og Mason Kastner mættur aftur á miðjuna. Sebastian fyrir gestina hennar bolta. Andri tekur vel við. Draupnir á Matteo af hávörninni hjá Mason Kastner og út og Matteo kom með 17 stig. Matteo, þessi bolti var við það að skrúfast yfir en vildi ekki og því fá gestinni stigið 19-18 settir í svakalega
bara átt að loka metrunum hérna í þriðju hrinnu. Kemur svona lítið ótt að það myndi fara í upphækkun. Það kemur í ljós. Draupnir á hratt uppspil á Lexa en frábærlega bjargað á gestunum. Kemur Valgeir en hann blokkaður aftur. Reynaði þá. Lauma úr afturlínu og þessi bolti fór yfir og Káli skorar ótrúlegt stig. Hvernig fór þessi bolti yfir og hvernig enda hann í gólfinu? Þetta þurfum við að sjá svona 50.000 sinnum. Frábær stig. Gestirnir voru nú við það að skora svona stig á hann. En þetta gekk upp í Kálið og menn eru held ég að reyna að jafna sig eftir þetta. Vá, þetta var geggjað, algjörlega geggjað, 20-18 í staðin fyrir að gestirnir jöfna og Káa 2 stig yfir. Sölvi í uppgjöfinni, bolti frá honum hérna. Kári tekur hins vegar vel við og hratt uppspil af Mason Kastner og Káa-liðið á þetta stig. Það var erfið bolti á Mason. Enda með því að Káa-liðið fær stigið, 3 stiga munur. Sölvi. Kemur boltan hérna. Boltin af netinu en Kári nær að stýra honum enga síðu, vel gert hjá honum og svo kemur aftur inn í Smas en Matteo með þetta og Andrei skorar, gengur allt upp í Káa núna. Þessi miklar sveiflur í þessari þriðju hrinnu. Nú eru hlutin aftur sveiflast með Káa-liðinu. 4 stiga munur, Káa vantar 3 stig að klára þessa þriðju hrinnu. Kemur svo sem ekkert óvart þá er þið sveifla með gestunum núna. Og þessi bolti skrúast einhvern veginn yfir og eftir tölur vandræði þá náður stjórnaður þessu koma hann yfir. Matteo setur hann eftir af Mattias Blitz og út. Káa 5 stigum yfir. Frábært að sjá strákunum við gefa ekkert eftir. Reynum alla bolta sem skilaði sem Íslands í þessum ævintýralega stigi sem skoruði á hann. Í staðan fyrir að gestin jöfnuði 19-19 þá komst Káa í 20-18 eftir þetta ótrúlega stig og þeir eru að halda áfram í kjölfarið. Sölvi Páll. Þessi bolti, fín móttakað með Valgeiri og hann fær svo boltan aftur, setur hann öruggan yfir. Lexi, Draupnir hratt, nei, ekki hratt yfir spil, setur hann á Andrei Collins en þeir ná að dempa þetta, þælubolti yfir. Nú kemur hratt yfirspil á Lexa og Lexi bombar þessu. Já, Lexi er búinn að bíða eftir að fá hraða yfirspilið. Það kom að því og þá bombar hans í gólfið. 24-18. Káa-liðið er að ganga frá þessu. Einu stigi frá því að koma sér 2-1 og tryggja sér allavega stig úr þessu. En það er eins og að sækja það stig. Spurning hvort að Sölvi náði ekki bara núna. Óru! Það skrúfst einhvern veginn yfir þessi bolti en þeir ná að verðast þessu og Andrei Collins en Niklas tekur við þessu, kemur boltinn yfir á Valgeir og hann setur hann á Sölva og Káa-liðið kemur þessi yfir en nú er lag fyrir gestina og Valgeir en Matteo frábær móttaka Káa-liðið fær svo stíð mistökkandi á Niklas Toselli og Káa eftir að gestir voru að fjarma svoleiðis að þeim þannig voru í algjörri nöðvörn og fá þeir þetta stig 25-18 niðurstaðan í þessari þriðju hrinnu. Káa er komið í 2-1 eftir að gestirnir í Mosfellsbænum höfðu unnið fyrstu hrinnu. Strákarnir að snúa þessu sér í vil en þetta er búið að vera frábær blakleikur, gjörsamlega frábær leikur, 2 geggjulið sem gefa ekkert eftir tölvörtum sveiflur og sem við sjáum eftir þegar við rýnum aðeins í þessa þriðju hrinnu. Byrjum aðeins að renna yfir stigaskorið. Matteo stigastur á vellinum með 18 stig. Næstur eftir er Andrei Collins dos Santos með 12. Svo er Óskar Fernández með 7. Alexander Arnar með 5 og aðrir tölvört minna á Káa-liðinu. Meiri skipting hjá gestunum, það er Niklas Toselli með 9 stig, Valgeir Valgeirsson með 8, Bjarki Sveinsson með 6, Sebastian Sævarsson Meyer með 5 og Mason Kastner með 4.
Já, skulum svo kíkja á tölfræðina úr þriðju hrinu. Kemur hér 25-18 sigur KA eftir að gestirnir voru 14-9 yfir og ég segi þegar allt stemdi að þeir myndu jafna í 19-19 skoraði KA þetta ótrúlega stig eftir algjöran auðvitað boltinn skrúast yfir, kom sér 28 í staðinn og það virtist taka eitthvað úr gestunum og KA skoraði svo næstu 5 stig í kjölfarið, endar þetta þá 25-18, 15 smastig og KA aðeins 5, þar liggur þetta svolítið, KA er að tölvöld öflugri sóknarleik núna, engin ásök KA einum, ein lauma hjá KA 2, 2 blóstig á hvort lið og 7 stig eftir mistök á hvoru liði. En kíkjum þá á hvernig þessi þriðja hrina skiptist. Sjáum hérna að Mosfellingar komist í 4-0, KA jafnar í 4-4, síðan skiptist liðina á jafna, hann til að Afturelding náði hérna þægilegu forskoti, var 14-9 mest yfir, en KA liði náði að jafna og snúa sér að vil með 9-2 kafla og eftir að KA liði var hérna með einstigs forskot, þá komist í frábæra lokakafli og KA tekur þriðju hrinu og er örugt með stig á leiknum, en ég veit að strákarnir vilja meira og rauninni þurfa meira. Það er alltaf elta toppliðin 2, HK og Hamar. Jæja, þá heldur þessi blak veisla áfram henni í KA-vilinu. Fjórða hrina byrja, Draupnir með móttökunum fyrir KA-liðið. Þeir lendi smá vandræði með þetta en kóðum þó á Nikolas sem setur hann yfir og KA-liðið missir hann yfir í móttökunni. Séns fyrir gestina Nikolas aftur, setur hann á háurðinni á Benedikt en boltinn áfram á gestunum og fastur boltið hérna og dæma touch. Já, allir Sölvi ekki sett hann. Og Bjarki Sveinsson kom með sitt 7. stig. Fór lítið fyrir Bjarka í síðustu hrinu en var góður þar áður, þannig að mikilvægt fyrir gestina að virki hann aftur. 1-0 fyrir Aftureldingu. Niklas þennan bolta sem að Sölvi stýrir, sjáu því þetta 43 ára kappi hleypur eftir þessu og bergar þessu vel, en það dögar ekki. Sebastian skorar svo fyrir gestina, en Andrei Collins frábær hérna, náði hérna krefindi bolta, en svo lúrði Sebastian Sævarsson Meyer, kláraði þetta 2-0 fyrir gestina. Gleymið því sem þeir komist í 4-0 í upphæði þriðju hrinu. Það var ekki nóg og svo kemur þessi uppgjöf frá Niklas í netið. Hvort að lætin í bekknum hjá KA hafi truflað hann veit ég ekki, en hann allavega heyrist vel þegar nokkur einstaklingar eru með læti hérna núna. Þetta engir áhorfandi leiðir. Andrei Collins með fína bolta, Kári tekur við þessu og boltinn hérna yfir á Valgeir. Valgeir setur hann inn, Draupnir hélt hann verið út til að fara en boltinn datt beint á línuna og Valgeir kom með 9 stig. Flottur leikur í honum. Sebastian í uppgjöfinni. Já, Birkir með móttökuna og endur hjá Sölva. Sölvi setur hann á hávörðina út. Þetta gerði hann virkilega vel. Hann las bara hávörðina. Sölvi Páll Sigur Pálsson komið með 2 stig í leiknum.
Virkilega gaman. Káa-liðið fara að rótera liðinu meira og meira. Það er líka mikilvægt að þessu ungu strákar fái að spila. Og sjáu þið svo þessa hávörn. Þetta var geggjað. Þetta var Sölvi Páll sem gerði þetta. Lexi er kannski stærri en hann, en Sölvi náði þessi bolta. Og hann er komið 3 stig núna. Sölvi Páll Sigurpálsson. Líka vel að spila í gulu. Og svo fastur bolti hérna. Og Káa-liðið fær að með sínu stigið. Mér sýnist þau að fara að dæma þetta úti. Nei, Bjarki fær stigið. Þannig að Múslingar eru 4-3 yfir. Káa-liðið sem var búið að fagna á allt. Taka það tilbaka. Mikil reikistefna hérna. Hvernig endar þetta? Þyrfti eiginlega einhvern eðlisfræðing til þess að útskýra það. Hvernig boltinn getur hafa hagað sér svona. En skulum bara halda áfram með leikinn hérna. Þetta er 1 stig af mörgum. Og að vissulega í svona jöfnuleik skipti hvert stig máli. Ja, 4-3 fyrir gestina. Og þá höldum við áfram. Þessi bolti beint á Birki, gerir vel í móttökunni og kemur Matteo Bombarur sem frábærlega gert þarna hjá honum Bjarka og svo kemur fastur bolti hérna frá Nikolas sem að Birkin er ekki að stýra og gestin eru 2 stigum yfir núna. Já, Bjarki átt að til sín taka núna. Spalti frá hann á Birki sem að, næra stýra þessu þokkalega upp í loftið og Matteo Bombarur sá hárðina út. Nei, ekki hárðina út, bara út. Já, greinilega hægt að tjá mig hérna. Já, sveifla með gesturinn núna. Þriggjastamunur Bjarki í uppgjöfinni. Og sjá, Niklas var bara næstu búinn að skora þarna. Tók hann að kassan, en boltinn yfir nettið og út. Þetta var skemmtilegt. Lexi með sitt 7. stig. Þurfum að virkja Lexa betur. Búinn að vera góður, hefur fengið hraðið spilið sitt. Og talandi hraðið spil, boltinn á Mason Gastner. Og hann skorar 7. stig gestana, 5. stig sitt í leiknum. 7-4 fyrir Mosfellinga. Valgeir hennar bolta er þægileg fyrir Birki. Draupnir á Sölva, Sölvi setur hann út. Já, aðeins stöngin út hjá Káa-liðinu núna. Ja, Andrei setur hann á Draupni og Matteo og þessi bolti er ennþá í leik. Vel gert á Kára þarna í móttökunni. Andrei á Draupni, Draupnir á Sölva, Sölvi niður í gólfið. Já. Það er vel gert. Þriggjastamunur, Sölvi komið 4 stig í leiknum hérna. Er að eiga fína innkomu.
Kári tekur vel við þessu og kemur Nicolas og já, þetta gerði Matteo vel en boltinn þarna frá Birki ekki nægilega góður en sleppa með þetta og sjáum við svo þennan bolta frá honum Draupnir Jarl Kristjánsson með sitt fyrsta stig í leiknum. Komiðlega ófænt smast frá honum sem skoppa af netinu í gólfið. Og þeir fagna þessu velsagarnir. Gott stig á honum. Ekki bara gefa upp aðra. Getur líka skora sjálfur. Sölvi aftur hérna. Bolti Kári tekur við þessu og hratt uppspil á Mason Kastner. Káli sér við þessu og kemur Andrei Collins en þeir stýra þessu en Káli fær stíis og dæmt mók á gestina og Káa komið 3 stig í röð, einstigs munur núna, 8-7. Sölvi áfram í uppgjöfinni, þetta flottu kapli hérna, gott að svara strax fyrir þetta. Og Mason missir hann yfir og nú er laga fyrir Káa-liðið afturlínu smas frá Matteo sem steinliggur, jafnar í 8-8. Já, stórleikur hjá Matteo eins og svo oft áður í Káa-búnunum, 19 stig í kvöld og þau verða örugglega fleiri. 8-8, Káa kom með 4 stiga sveiflu. Guldspjald á loft hérna til gestana. Það skiptir ekki öllu máli. Jæja, spurning hvort þetta slekkur eitthvað í honum Sölva sem er búinn að vera flottur í uppgjöfunum. Þessar pásur geta oft verið lúmst erfiðar fyrir leikmann sem er að bíða eftir að taka næstu uppgjöf. En það kemur ljós núna. Óksins fær hann flautið halda áfram. Hérna ekki bolti frá honum. Flottu bolti, það stoppar hann ekkert núna. Og þeir reyna að lauma en Birkir er klár. Og kemur boltin upp á Matteo úr afturlínu. Þessi bolti skoppar á netinu og Hávarðin líka. Káa-lið fær stigið. 5 stig í röð og hann fagnar sig ógulega Matteo. Já. Skoppar hérna á Hávarðinu og netinu og út. Já, 9-8 fyrir Káa. Þetta heldur áfram að vera stór skemmtilegur leikur. Kári tekur við þessu og kemur boltinn á Nicolas og hann setur hann út. Þetta setur hann hátt til að fara yfir Hávarðin. Nei, hann fór ekkert yfir Hávarðina, hann fór bara í Hávarðina samkvæmt dómarunum. Og Nicolas jafnar í 9-9. Og fyrir vikið er það gestinni sem að fá uppgjafarétti núna. Og Mason Kastner setur hann beint á Birki. Draupnir upp á Andrei Kó sem ætlaði að lauma en hittir ekki nægilega vel. Og gestinir því aftur komnir yfir núna. Fúrista Káa varði ansi stutt. Birkir fín móttaka og svo kemur Andrei Collins á Hávarðinni en þeir bjargaði þessu. Nicolas upp og Birkir stekkur hann á boltan og kemur Matteo aftur í línunni og hann er að skora gott stig hérna fyrir af Hávarðinni og svo út og Matteo kom með 21 stig. Drengurinn er að eiga geggjaðan leik. Drengurinn hann er 32 árinu ef maður rétt. Jafnar í 10-10. En já, hensi þetta verður áfram stál við stál hérna. Káa getur tekið öll stigin með sigri þessari hinnu. En Nicolas skettir sig í gólfið.
eða skellir þessu, hann var bara lagðan í gólfið. Engin klár hérna, stökkva á lausaboltan. En sá maður er vantilega komið núna. Birkir Freyr Líberó eða Frelsingi mættur aftur í KA-liði. Andrei með móttökuna draupnir upp á Andrei að hafvörðinni og sjáu þið, þarna er hann mættur, hann Birkir sem skutla sér í þetta, en boltinn erfiður og fer út. En er gamli maðurinn Andrei Collins að reyna við alla svo lausu bolta, sem er aðdánavert, frábær karakter, en gestinir tveimustu við núna. Birkir upp, draupnir yfir á Andrei setur hann út. Setur hann fallega út og hann er ekki sáttið sjálfan sig kallinn. 13-10, 3 stig í röð á gestunum. Þetta heldur áfram að sveiflast fram og tilbaka. Sölvi með fína móttöku, beint á draupnir á Matteo sem er laumar honum með þetta hátt yfir áhörðinu á beint á dauðasvæði sem var engin. 22 stig á Matteo og 2 stegmunur og þá fer Draupnir Jarl í uppgjöfuna, búinn að eiga frábæra innkomu í þennan leik. Kári tjóðum svo vel við þessu og ná einhvern veginn að bjarga þessu og Niklas og Birkir Freyr átti hérna flotta framistöðu hérna í vörninni á KA-liðinu, en þetta gat eiginlega valla endaður seldur en afturleikin myndi skora þetta stig. Og það var Nicolas Toselli sem skerði sitt 13. stig, 14-11. Gestin alltaf með baki upp í vegginn, þeir verða að vinna sér inni til þess að halda sér inn í þessu. Andrei flott móttaka og boltinn yfir á Matteo hávörnin og skýra stigi fyrir gestina. Það var KA-lið komið ansi framalega, enginn að berga þessu bolta. Bjarki Sveinsson kom með 9 stig, tekur þarna gott blokkstig. Já, fagnar þessu vel. Enda ég myndi svona fagna ansi vel, ég myndi ná að blokka Matteo einu svona í aðeins. Þetta kemur Andrei og setur hann á hávörðinu út. KA-lið fær þetta stig. Já, Andrei heldur áfram að skora, komið 13 stig núna. Við þurfum að fá stig frá fleiri heldur bara Matteo núna. 3 stegmunur, afturhalding 10 stig frá því að taka sér reynu. Nú þurfum við að tengja nokkuð stig og fastur bolti þarna og Bjarki nokkur Sveinsson er að gera sér 10. stig. Hafði ekki mikið fyrir þessu. Jæja, Sebastian. Þennan bolta sem að Birkir tekur hittir beint á Draupni og þeir ná að bjarga þessu, vel gert á afturhaldingu. Og þessi er inni, þessi var inni. Valgeir kom með 10 stig líka, þetta eins og hann Bjarki. Þetta gerði hann frábærlega. 5 stiga munur gestarinn núna, spurning hvort að KA þurfa að taka leiklið til að reyna að snúða þessu. Það virkaði allavega mjög vel í síðustu reynu. Sebastian fyrir gestina, þessi bolti beint á Birki, háttubilótt vel gert hjá honum og svo kemur Sölvi, setur hann á hávörðinni og skorar. Þetta var vel gert, vel gert. Og kemur skipting á KA-liðinu og Vigfús Jón Bergsson kemur og sér uppgjöfða núna. Hann tók nokkrar fínar áðan sem að skilja sér í nokkur stig við röð hjá KA. Mikið flot á boltanum hjá honum og erfitt við þetta eiga. En þeir ná að gera vel úr þessu og KA er að bjarga þessu. Kemur boltinn á Matteo, Matteo bombar þessu og skorar. Já, þetta var mikilvægt. 17-14, 23 stig hjá Matteo. Fín vörn hjá afturlínunni KA hana. Engin líberó til staðar, það þurfti ekki hana.
Fúsi aftur. Þetta eru fínir boltar, hann er flott móttöku á Niklas og svo kemur hann Valgeir með þetta stig og hann kom með 11 stig, kemur svo aftur í 4 og Fúsi fer þá út og Birkir líberó aftur inn. Ja. Nú fer hvert stig heldur betur verða mikilvægt. Ói, Birkir lætur hann að fara, þessi var inni. Já, Birkir var held að hann veri aðeins aftar en hann var. Fyrir vikið ás hjá honum Bjarka og þá tekur KA Leikli 5 stigum undir. Gestirnir aðeins 6 stigum frá því að klára 4. hrinnu og knýja fram 8. hrinnu. Já. Ég hef sagt þeim bara í 1. hrinnu að kemur ekkert óvart þessi leikur myndi fara í 8. hrinnu og það er bara alls ekki ólíklegt. Gestirnir í fínni stöðu hérna í 4. hrinnu en það er búið að vera töluvert sveiflur í þessum leik til þessa, þannig að við skulum ekkert að afskrifa KA-liðið. Ég segi kvennalið KA átti ótrúlega endurkomu gegn Aftureldingu á dögunum í Mosfellsbænum. Lentu 2-0 undir og voru 24-20 undir í 3. hrinnu. Allt stendi í 3-0 sigur gestanna. Hann kerði 6 stig í röð og tóku þar með 3. hrinnu og endanum unnu að leikinn 3-2. Stórkostlegur endurkomu sigur. Nú var ég til í að sjá hvað liðið gera. Eitthvað slíkt því sama hefði í þessari 4. hrinnu. Já, það byrjar vel því að Bjarki setur hann í netið, KA-liðið fær hann át í stig. 15-19 fyrir gestina. Matteo komin í afturlínuna með uppgjöða. Kemur hérna og skoppar á netinu en þeir sjáum við þessu hrattu spil en sjáum þið Birki frábærlega gert í honum og svo tóku boltana að þurftum að halda þess ára og kemur afturlínu skott frá Niklas og þetta var vel gert í honum. Þarna var KA með unnið stig en Draupnir tók hann var lengst út af drengurinn en þeir hlæja þessu Draupnir og Matteo. Skítur skeiður eins og einhver sagði. Birkir spila hann að Sigurbjörn Anna. Sextiða munur núna, gestirnir eru komnir langliðina með þetta. Boltinn Birkir aftur í vandræðum. KA-lið vildi að var ekki svo lengt. Það er seiling á gestina þetta. En svo var ekki 7 stiga munur. Gestirnir eru að sigla þessu. Þeir eru að fara að knýja fram 8 hreinu. Setur alltaf allt í það. Nú er Birkir með þetta alveg hreinu. Og svo hratt við spila Lexa. En við sjáum við honum. Og kemur Mattiur afturlínunni. Tekur lúmskan bolta. Og boltinn hérna af hávörninni og út. Og enn eru gestirnir að skora núna. Komið 4 í röð. 8 stiga munur og við getum alveg fullir það núna. Þessi munur er alveg full mikil. Með að gestirnir getur með að þurfa bara 2 stig viðbót. Sölvi á Draupni og enn eru að nota Mattiur afturlínunni. Niklas, hérna var Birkir líklegast að fara að ná þessu bolta en Matteo reyndi. Gekk ekki, Niklas Toselli kom með 15 stig og Músvillingar að keyra við KA-liðið núna hérna á lokasprettinum í þessari 4. hreinu. Sölvi, þeir frábæð vörðin á gestunum og reyna að lauma en Andri með þetta og kemur Sölvi af hávörðinu út,
K.A. er ennþá á lífi hérna, Sölvi komið 6 stig. 16-24. Þá fer Sölvi sjálfur í uppgjöfina. Komin í afturlínuna. Nú má K.A. ekki gera einustu mistök. Þarf að gera 8 stig í viðbót til þess að knýja fram upphækkun. Kemur Nikolas, hann hefur engan á upphækkun, hann bara klárar þetta og Mosfellingar taka fjórðu hrynu 25-16. Við erum að fara í 8 hrynu. Já, marathon viðureign eins og við reiknuðum henni bara með. K.A. vann þessi fyrirleik liðana í Mosfellum 3-0 á dögunum. Það voru 3 hörku hrynur og kemur því ekkert á óvart að gestinni sé að fá einhver stig hérna. Kalla fyrirliðan til sín. Það er hlutkasti. Já, á meðan erum við að skoða hérna stigaskora í leiknum til þessa. Matteo búinn að eiga stórkostlegan leik. Andri Collins skoraði minna í þessari fjórðu hrynu. En við þurfum að ná að fleiri stigum frá leikmönnum eins og Óskari og Lexa. Sölvi Páll er búinn að vera að stíga upp núna eftir að hann er búinn að vera að fá sénsinn. En svo eru þeir Niklas Toselli, Valgeir og Bjarki stiga eftir hjá gestunum. En já, kíkjum svo á tölfræðina úr þessari fjórðu hrynu. Kemur hér 6-25 sigur gestana þegar þeir skoruðu síðustu. Já, þeir skoruðu allavega ansi mörg stig á þessu síðustu. Ég var búinn að gleyma að K.A. náðu þarna einu stigi undir restina. En já, 11 sparkstig á K.A. gett 14, heldur betur breyting frá því sem var 15-5 áðan í þriðju hrynu fyrir K.A. í vil. Engin ás að K.A. gett 2, Mosfellingar er að ná fyrir ásum hérna. Ein lauma hjá K.A. gett yngri, 1 blókstig á hvort lið og gestinir eru að skora 7 stig eftir mistök á K.A.liðinu. En aðeins 3 stig sem K.A. fær eftir mistök á gestunum og það er ansi stórt. Og örstutt kíkjum á línunar. Sjá það eftir sveiflukennda byrjun á þessum að gestinir náðu fórustunni. K.A. jafnar aftur. Náðu K.A. jafnanda og miðbyggið stendi í hörku hrynu. En svo stungu Mosfellingar hreinlega af og vinna sannfærandi 9 stiga sigur. Og við erum því komin í 8 hrynu hérna. Bæði lið örugg með stig úr leiknum. Nú bara spurning hvort liðið fer úr leiknum með 2 stig. Já, marathon viðureign hérna. Það eru gestirnir sem að byrja oddruna. Það er Borja Vicente sem að tekur fyrstu uppgjöfuna hérna í oddarhinunni. Þessi bolti er langur, Birkir tekur ágætlega við þessu. Boltin hérna upp á Andri Collins, hann setur hann hérna á Valgeir. Var endar þessi, Drautnir gera þetta virkilega vel og Matteo slæra hann yfir. Það greinir að lauma og gerir það. Það voru menn aðeins á staðir og fyrir vikið enda þessi í gólfinu. Valgeir som 13 stigi á honum. 7. lauma gestana í leiknum. Og Borja því áfram í uppgjöfinni. Boltinn að Sölvi tekur við þessu. Drautnir upp á Matteo. Þeir ná ekki að stýra þessi bolta eftir að hann fór í hávörnina. Og Matteo jafnar í 1-24 stig á kappanum. Já. Mikilvægt í oddarhinunni að missa ekki andstæðinginn of langt frá sér. Til að bara spila upp í 15. Þannig að hvert stig heldur betur mikilvægt í oddarhinunni
Andri Collins hérna, Kári með flotta móttöku. Svo kemur byrjuð upp hérna á Nikolas og hann hafði nægan tíma þetta. Hávörðinni var hann að koma sér fyrir og hann stýrði þessum bolta í gólfið. 17 stig honum, Niklas Doseli. Aftur leiða gestirnir, 2-1. Svona bolta og vá, vel gett hjá Sölva að stýra þessu bolta, hann fór hérna af netinu en áfram með þetta. Þessi svo út og Káa jafnar í 2-2, Bjarki Sveinsson setur þennan út og Káa jafnar aftur með þinn. Frábærlega gert hjá Sölva Páli þarna, frábær uppgjöf þarna, skoppar á netinu en Sölvi er ennþá að monta sig að þessari móttöku. Ég skil hann svo bara mjög vel. Kári tekur við og fastur bolt, þetta var Sebastian Meyer. Já, liðin skiptist á að skora, gestirnir 1-0, Káa jafnir 1-1, 2-1 fyrir gestina, 2-2 og svo 3-2 núna. Þannig að greitt að fastlega með að Káa jafnir núna. Sebastian Sæfarsson Meyer fyrir gestina, þessi bolti ekki yfir og Káa jafnir í 3-3. Hottarinnan er stál í stál, jafnt á öllum fyrstu tölum hérna. Bæði lið búin að klikka á 10 uppgjöfum. Það er jafnt á öllum vikstöðum hérna. Frábær bolti frá Matteo en sjáu móttökuna á Niklas. Þeir halda áfram að leiða hérna. Valgeir skorar hérna gott stig, ánægði með baráttuna í Birki Frey að reyna að elta hana bolta en þetta var ómöguleg staða öðrunni. Bjarki fyrir Mósvillinga, mikið bolti frá honum. Já, stígur á línuna, steig á línuna. Þetta er dýrt, Káa fær hérna ódýrt stig, mátti ekki stíga á línuna. Þeir voru að taka uppgjöfuna, kastaði hann aðeins langt fram fyrir sig og fyrir vikið þurfti hann að seila sig hann. 4-4. Sölvi núna fyrir Káa. Ekki bolti frá honum. Og Valgeir frábær hávörðin þurfa að klára þetta og dæmt net á Draupni. Það var þægilegur bolti en hann átti sig alveg að hann var alveg ofan í netinu. Slær í netið. Þetta er klaufalegt en þetta er alltaf gerst. Þetta fer í Reynslubankann. Jæja. Þessi boltinn af Matteo. Jæja, ok, það er Birkir sem þeirra yfir. Það er fyrir gestina, kemur afturlínu smas en Matteo sér við því, Draupnir upp á þú er erfitt að lauma yfir Mason Kastner, þarna lúrðan og setja boltann í gólfið. 5-5, jafnt á öllum tölum áfram þó að Káa hafi náð að leiða þarna aðeins 6-6 í blokkstigum. Já, þetta er það er jafnt á öllum tölum eiginlega. Svo kemur þessi uppgjöf frá Valgeiri í netið og Káa leiðir 6-5. Skiptist í snúninga á vatahelmingum. Það gerist þegar annar lið er komið í 8 stig. Það getur oft verið andlega sterkt að vera liðið sem leiðir þegar það er skipt. Mason Kastner skorar endanlega, þarna var full mikið pláss á milli hávarðarinnar og afturlínunar og Mason kom með 7 stig, 6-6. Hvar endar þetta eiginlega? Mason fyrir gestina. Alltaf frá hann kemur hérna. Birkir stýrir hann vel, Draupnir upp og þar er Andri Collins en
boltinn endar á Mason Kastner sem að missir hann yfir og Andrei tók hérna eins og hann virtist alltaf að taka boltan en þetta svo farið yfir sig alltaf svona hálf skítamúf að gera þetta en það er gaman að þessu og enn erum við með jafna stöðu. Niklas Toselli kom með 18 stig, jafnar í 7-7 og er bara svona hvort liðið leiðir þegar það er víxlað. Borussia menn að bolta hérna, Birkir stýrir honum vel, Draupnir upp á Matteo en Kári tekur vel á móti. Hvar endar þetta? Sjáu þið sjálfa og Matteo þetta er ekki gólur þessi ennþá lífi og það var út svo þessi var út eftir þessa ótrúlega björgun gestana þá kemur smassi frá Niklas og fer út. Káa leiðir því 8-7 þegar það er víxlað og er 7 stigum frá því að klára oddarheinuna en munurinn er 1 stig eins og búin að vera alla oddarheinuna bara jafnt á öllum tölum til þessa. Já, svo kannski bara að sýna þetta er mjög skemmtileg mynd, sjá þetta er gangur oddarheinuna til þessa, jafnt á öllum tölum liðin aðeins skipst á að leiða, Mósellingar leita til að byrja með, svo er Káa búið að vera yfir undir hann síðustu stigum, en þetta er, eins og ég bara segja oft í kvöld, algjör veisla. Algjör veisla hérna í Káa-milinu. Hvar endar þetta? Þessi aldrei meir en 1 stigs munar á liðunum í oddavinnunni. Enda risastór stig í boði hérna. Hvert einasta stig mun skipta heldur betur máli þegar upp er staðið í vor. Kári með fína móttöku, Borussia á Niklas sem setur hann út og í fyrsta skipti er tveggjastefnur og það er Káa sem leiðir 9-7. Þá taka gestinni leikhlé. Káa 6 stigum frá því að vinna oddarheinuna. Það kemur svo sem lítið á óvart að við myndum sjá enn eina sveifluna í þessum leik. Þetta búið að vera ótrúlegu leikur. Níu, 7 fyrir Káa. Jæja. Já, höldum áfram eftir þetta leikhlé. Andrei með uppgjöfuna fyrir gefið og svo kemur Bjarki og hann skorar. Bjarki Sveinsson skorar lífsnauðsynlegt stig fyrir gestina. 3 staðmunir er rosalega mikið í oddarhreinu. Staðin minnkaði munin í 1. Niklas kominn í afturlínuna fyrir uppgjöfuna. Boltinn frá honum hérna. Sölvi tekur vel við Draupnir upp á Matteo bombarinn sem frábærlega þetta Borussia. Kári upp á Niklas afturlínunni, setur þæl yfir Andrei og boltinn endar hjá Matteo en þeir náða blokkan og Niklas afturlínunni og setur hann út. Káa á þetta stig, þetta var rosalega tæft en Niklas setur hann út. 10-8 fyrir Káa. Millimetra spursmál hérna. Og þá fáum við Fúsa, Vigfús Jónbergsson inn.
Hvað gerir Fúsi hérna? Búin að eiga flottar rispur í uppgjöfunum. Hann búin að koma inn á í kvöld. Ekki balti frá honum. Öruggur. Niklas tekur við honum og hratt uppspil. En sjáiði Lexi var einn í hávörninni en lokaði Sebastian og fær blokkstíð þarna og fagnar þessu vel og innilega, eðlilega. Þetta var geggjað hjá Lexa og aftur taka gestin í leikli. 3 stigum undir, KA 4 stigum frá því að tryggja sér sigur hérna. En það þarf að halda áfram. Hvað gera gestinir hérna núna? Spurning hvað Borussia að leggja upp með. Jæja, Fúsi. Þessi bolti sem að Niklas nær að stýra hérna og svo kemur Valgeir og hvað dæmt hérna? Net á KA-lið. Og afturhelding ennþá vel inn í þessu. 2 stigum undir, 11-9. Sebastian fyrir gestina. Lúmskan bolta hérna endar það Sölvi neglur þessu á hávörninni en þeir ná að stýra þessu. Hvað endar þetta? Erfið bolti þarna og KA-lið fær stigið, dæmt net á gestina. Nikolas ekki ánægð með þetta, vill ekki vera sér þetta dómur en dæmt net á gestina. 12-9 fyrir KA, 3 stiga munur, KA 3 stigum frá því að klára átarhinnuna. Jájá. Matteo skemmtuður að vanda og ætli kemur svona boltan hérna og setur hann í netið. Svo mikill kettismaður, hann reynir aldrei einhvern öruggan bolta, hann reynir alltaf að taka fastan bolta sem gæti orðið ás. En fyrir vikið alltaf hættan á því að fara í netið eins og þannig. Þá kemur Matteus Blíč inn fyrir gestina. Náður að snúa þessu sér aftur, sér í vel gestirnir úr Mosfellsbænum. Sölvi að hávörninni og hvað endar þetta? Fastu boltir á Mason Carsten, KA-liðið nær að verjast þessu. Draupnir á erfiða bolta á Matti og skoppar á hérna, netinu og Mason en bjargar þessu og langur boltir á Sölva. Eftir hetjulega björgunum KA-liðinu þá kemur aðeins og langur boltur á Sölva og afturhelding búið að minnka í 1 stig áfram með Matteus í uppgjöfinni 12-11. Skildu þú aldrei verið að þetta færi í upphækkun líka. Þessi bolti hérna Birkir stýrir honum vel og hratt uppspil á Lexa en sjáuði Kára hérna heldur betur vel staðsettur og KA-liðið fær stigið. Þetta er dæmt net á gestina. Þetta er risadómur. Já, dæmt net á Mosfellinga. KA er komið í 13-11. Já, Mosfellinga voru í ágætið séns að snúa þessu sér vel hérna og jafna netin. Einstæðan dæmt net á þá. Sölvi, hvað gerir Sölvi? Þessi bolti frá honum, öruggur, einstæðan kemur. Þessi bolti frá gestunum og Valgeir setur hann út. Ætlaði ekki að dæma
Þessi bolti fór klárlega af hávörninni. Það heyrðist alveg svakaleg snerting. Þeir eru að dæma hann út. Engin snerting. Móslingar eru eðlilega ekki sáttir. Ég heyrði allavega heldur betur snertinguna. Já, það er ekki að máli alltaf viðbröð. Gestana voru alltaf ofsafengin. Ekkert svo við trúið hérna að þetta mjög stór ákvörðun. Þetta, ég fannst ég heldur betur heyra í því að boltinn færi af hávörninni. Rautt spjald hérna á Nicolas. Og Káa vinnur þar með leikinn. Fá hérna stig við það er rautt spjald á Nicolas og það klára leikinn. Þetta er ótrúlegur endir á leiknum. Þetta, ég veit alltaf hvað ég á að segja. Mér fannst þessi bolti fara af hávörninni og svo út. Þannig að Káa fekk þar ódýr stig og í kjölfarið fær Nicolas Toselli rautt spjald fyrir ofsafengin viðbröð sín og Káa fær það stig fyrir það og þá er Káa búið að vinna leiki 15-11. Þetta er ótrúlegt og Káa vinnur það með leikin 3-2. Nælir sér í 2 dýrmæt stig hérna í þessum svakalega blakleik. Þetta var ótrúlegt. Þetta var ótrúlegur leikur. Hérna klappa liðin fyrir hvort öðru. Já, maður er bara hálf orðlaus yfir þessu. Þeir eru ennþá eitthvað að ræða við dómarana. Þeir Mósvellingar. Ég er svo sem skilði þá mjög vel. En hvað það? Við skulum kíkja. Þú veist kannski að kíkja bara á öll stig hjá hvori liði fyrir sig. Sjáum Matteo stig eftir að Káa með 24 stig, Andri Collins með 14, Óskar Fernandes með 7, Alexi með 7 líka, Sölvi Páll með 6 og svo voru þeir Draupnir Jarl, Birkir Freyr, Filip Pavel og Benedikt Rúnar allir með 1 stig. Hjá gestunum það var Nicolas Toselli með 18 stig og svo eitt rautt spjald sem gaf Káa loka stigið. Valgeir Valgeirsson með 14 stig, Bjarki Sveinsson 12, Mason Kastner 7, einnig Sebastian Sævarsson Meyer. Svo voru Hilmir Berg og Mattias Blítz báðir með 2 stig. Sjáum svo heildar tölfræðina. Hér er þetta. Sjáum að gestinir vinna fyrsturinn 1925. Káa Svararsson með 25-21 seri og 25-18. Svo kom 16-25 sigur gestana sem þýddi það að við fórum í Odda-hreinu sem var svakalega jafnt á öllum stigum til að byrja með. En svo kom þessi ótrúlega sveifla undir lokin sem að þýddi það að Káa fekk hérna 2 stig undir restina sem að knúði fram 15-11 sigur Káa með 49 smastig gegn 42, aðeins 2 ása gegn 6 gegn gestunum, 4 laumur Káa gegn 7, Káa með 7 bókstig gegn 6, 38 stig sem Káa skora eftir mistök á gestunum og 37 sem að gestunum skora eftir mistök á Káa. Það var ansi jafnt og 12 mistökar uppgerðir á gestunum gegn 11 hjá Káa. Já, Káa leiddi mest með 7 stigum og gestin mest með 9. Kíkjum kannski örstuð á síðustu hrinuna. Hún var svona. Odda-hrinnan var, stál í stál, mikil skemmtun en endar svona Káa aðeins með 2 smastig aðeins 15 sem er eiginlega alveg mögnu tölfræði en dugði enga síður til sigurs. Og kíkjum svo endanum á hvernig Odda-hrinnan spilaðist. Það er svona jafnt á öllum tölum til að byrja með, svo náði Káa að slíta sig frá gestunum að vinna 15-11 sigur og 3-2 sigur Káa staðreynd. Já, þetta var frábær blakleikur og verður heldur betur gaman að fylgjast með svona til kalla í blaki núna í vetur. Spila þétt, liðin eru mörg hver með metnaðfullt starf og ætla sér stóra hluti. En já, ég held ég fyrir bara að setja gott hérna í
KTV. Þökkum kærlega fyrir árið. Ágúst Stefán heiti ég og lýsti þessu fyrir ykkur og tölfræði synun okkar Stefán Jóhansson og við sjáumst bara fersk sem allra fyrst. KTV heldur áfram að sína frá starfinni hérna á KA. Annars aftur bara takk kærlega fyrir árið og við sjáumst fersk. Bless bless.